Já, komið sæl. Í þessum þriðja tíma ætla ég aðalega að kynna fyrir ykkur tvö hugtök sem hafið örugglega heyrt í fréttum og lesið í blöðum, en kannski ekki nota mikið sjálf. Og það er álagning og vaskur, eða virðisaukaskattur, sem stundum kallaður vaskur. Álagning er í fyrsta lagi það sem að kaupmaður eða sölumaður leggur ofan á sína vöru, eftir að hafa keypt hana inn í búðina til sín. Og hann sem sagt kaupir eitthvað inn kannski á 1000 krónur, og ef hann ætlar að græða eitthvað sjálfur þá fer hann ekki að selja vöruna aftur á 1000 krónur. Þannig að hann hækkar vöruna, þessi hækkun kallast álagning. Þegar búið er að leggja álagningu ofan á, þá hækkar varan enn meira vegna þess að bætist við það sem kallast virðisaukaskattur. Og virðisaukaskattur er það sem að ríkið vill fá til sín fyrir vöruna. Og kaupmaðurinn, hann sem sagt vill græða þetta hér, álagninguna. Og ef að ríkið tekur síðan hluta af því sem hann er búinn að selja, þá vill kaupmaðurinn ekki að þessi tekið af sínum hluta. Þannig að hann bætir bara ofan á vöruna aftur og lætur síðan ríkið fá þessi sem hann bætti við eftir að hafa reiknað sjálfum sér álagningu. Þannig að tökum eitt dæmi. Já, eins og við sjáum hérna, lokaverði sem að neytendur borgar er þegar búið er að bæta við álagningunni hér og síðan er líka búið að bæta við virðisaukaskatti. Þannig að allt þetta er það sem er merkt á vöruna við afgreiðsluhilluna eða á kassanum. Þannig að hér tökum við dæmi kaupmann sem að fer niður á bryggju og kaupir fisk. Hann kaupir hvert kíló á 500 krónur. Og hann vill græða eitthvað sjálfur, þannig að hann hækkar vöruna 70%. Og svo ætlar ríkið að fá eitthvað líka, þannig að kaupmaðurinn hækkar þetta aftur 24,5%. Og spurningin er núna, hvað þarf kunni í fiskbúðin að borga fyrir fiskinn? Örugglega eitthvað meira en 500 krónur. Þannig við byrjum að reikna hvað kostar þetta eftir að álagningu hefur verið bætt við. Upphaflega verðið er 500 krónur og ég geri hérna sinnum breytiþátturinn. Þess vegna geri ég sinnum 1,7 af því þetta er 70% hækkun. Og þá fæ ég beint nýja verðið eftir hækkunina. Sem sagt með 70% álagningu kostar fiskurinn 850 krónur. Við þurfum að hækka þetta meira, því að ríkið vill líka fá til sín eitthvað hluta af peningnum. Þannig að við tökum þessar 850 krónur og nú þurfa þær að hækka 24,5%. Og þess vegna margfalda ég þá tölu með 1,245. Þetta er semst breytiþáttur fyrir 24,5% hækkun. Og þá sé ég að verðmiðin ætti að vera 1058 krónur kíló. Þannig að kaupmaðurinn byrjar á að kaupa þetta 500 krónur, hækkar, þá er þetta 850, svo bætist skattur við, þá er þetta komið upp í 1058. Þannig að kaupmaðurinn er að græða mismuninn hér, sem er það 350 krónur, og síðan er ríkið að græða mismuninn hérna á milli, sem er 208 krónur. Og neytandinn þarf að borga þetta fyrir það sem upphaflega kostaði 500 krónur. Þeir sem eru forvitnir og vilja athuga hvort þetta sé raunhæft dæmi, þeir geta kannað hvað kíló eða fisk kostar hjá Trillukalli og athuga hvað það kostar í fiskbúð, hvort þetta sé eitthvað nærri raunveruleikunum eins og þið þekkið hann. En vonandi útskýrði þetta fyrir ykkur hvað álagning og virðisaukaskattur er og dugar ykkur til þess að vinna þau dæmi sem að fylgja þessum tíma í bókinni. Takk fyrir mig.